Já. Þú varst þú að byrja þess að vera síðust að Já, ég kunni út í ándum. Getur það? Það getur ekki verið, þú ert að ljúga. Þú varst Það var 2005 hérna. Já. Svo er ég bara. Hvað er það? Þú tekir eitthvað svo. Já. Reynir það undir Ég lækninga fyrst og svo verður það. Reynir hvort það er sko. En Hvað er lifrin þetta? það er bara þeir bæði. Ég hefði ekki getað manni bara kannski sko. En ég hefði haft áfram. Já, ég skil, já. Ég bæði því svo 3 árum á minn. Já, ok. Ég vil hafa Ég hef ekki hægt að nákvæmleins. Það er þá sama fólki. Það er þetta. En það er bara í sama stofnum, sko. Já, svo það er bás. Ég held að segja allavega eins rétt og ég kann þetta, þannig að það voru að byrja að taka upp, sko. Ég klippa þessi samar við, eða sögum bengum. Það séum við að skoða eftir og það er rosalega. Það er eins og mjög á einhverju segja. Þetta var nú einhverju góður þetta, það er nóg svo svo. Ekki Eiríkur. Já, hann líka að koma, setja upp fyrir stólum. Heldur hann? Nei, hann er alltaf mættur. Já, hann er vel eitthvað. Ég hef ekki séð hann lengt. Skónum bara að það komið. Ég hef komið að það var Já. Það var það. Já, ég sé þetta líka. Já. Nei. Nei. Ja. Ja, ja.
Ekki breyta þannig. Þetta truflaði ekki. Já, það var fínt. Það er eitthvað náttúrulega þetta, já. Kraftulega þessar bakteríur sem það rættu frá stendur alveg hýta. Það er á deginna lengi. Já, það er ekki ofta nema að sleppa því að Góðan daginn. Hefst nú vetrarstarfið með trukki. Það er byrjað hér á stórfyrirlestri Guðmundur Óttar sem er nýr hjá okkur. En ert að vinna út í Kungen, sem er á Gautaborgarsvæðinu, út í Svíþjóð. Velkomin. Hann var uppalinn. Uppalinn hérna, já. Uppalinn hér. En efnið þetta var skorpulifur, gjör svo vel. Takk fyrir. Já, ég heiti Guðmundur Ótti og er semjandi lyflækningum og meltingar sjúkdóma og lifrarsjúkdóm, rétt eins og Guðjón og Nick. Og hvað að tala skorpulifur sem var, meðan ég var hér, mér mjög frekar óþekkt sjúkdómsástand, þannig að það er mjög sjaldgæfir og hafði hitt bara einstaka case á 2 árum, menn ég var hérna 2001-2008 en svo var þetta bara hversdags fyrirbæri þegar ég kem út. En skorpulifur er þá lokastig á lifrarfíbrósu. Það sem fíbrósan er skipt í stig 1, 2, 3 og svo 4 þegar það voru að skorpulifur. Þetta byrjar að gerast þegar það eru víkkun á portasvæðum, svo fer að myndast fíbrinþræðir sem tengjast að mynda portasvæðina og svo aukast þeir í stigi 3, þannig að er orðin fullþróið skorpulifur í stigi 4 og þá með þessum örvef þá dregst lifrin saman, hún er lítil og hnúðótt og með skerta starfsemi. Myndin hér til hægri á sína
skorpulifur og þessa óreglulegu kanta og þessir þetta eru hnúðarnir. Og þá arkitekturinn á lifrinni alveg orðinn ónýtur. Og þetta nú öllu jöfnum sagt vera óafturkræft ástand, en akkurat hvenær þetta verður óafturkræft ekki alveg að vita. Allavega þeir sjúklingar sem eru með hepatíð C og fá meðferð og svara henni vel. Það hægist á þessu og hluta til gengur tilbaka. Þeir verða ekkert aftur frískir en viss fíbrosa eins og kannski 3 gæti dottið niður í 2 og þess áttar. Og það líka að sjá þetta hjá sjúklingum sem eru með áfengistengda skorpulifur, hætta að drekka og fara að hugsa vel sig og sjá líka mjög mikið bætta starfsemi lifrar fyrir fylgjum eftir. Við kíkjum aðeins á dýpra og dýpum frumurnar. Þá hérna eðlilegt ástand, en við lendum ekki áreiti hvað sem það kann að vera, vírusar eða toxín. Þá verið að byrja upp þessar kúpversellur sem eru bólgufrumur sem fara að senda cytokín út allt og þá hefur það áhrif á frumur sem vera á milli. Það breyta hegðun sinni og fara búa til fullt af kollageni og fíbrumþráðum. Og þegar það búið að gerast, þá komin allt annar grunnur fyrir hepatosítana og þeir breyta lögum og starfsemi versnar. Aðeins með tölur, þá eru 500-600 sjúklingar í Svíþjóð sem deyja árlega vegna skorpulifrar. Það er oftar karlar en konur og algengi ekki alveg þekkt, að þetta getur verið alveg hulið ástand og ekki minni sérstök einkenni fyrir en það farið að verða dekompensera. Þá ætla ég að hafa kynna mann á það fylgja okkur gegnum fyrirlestur. Það var eitthvað við hann eftir að lenda í ýmsum vandræðum. Þetta sem fyrirlesturinn heldur áfram. Þetta 58 ára maður, hann lögfræðingur og fráskilinn. Hann ákvað að koma bara í almennt eftirlit á heilsugæsluna og þá voru teknar prufur áður en hann kom og hann með svolítið hækkaða ASAT og ALAT og blóðflugurnar hafa alveg í neðri mörkum. Hitti svo efni sinni farið að skoða nú með tillit til lifrar sjúkdóma og spurt hann aðeins betur hvernig vana hann með og hann kemur í ljós að hann að drekka ansi mikið og gert í mörg ár. Þar sem þessi hérna sín Almar Eiríksson sem við sjáum mjög gjarnan hjá lifrarsjúklingum. Hann kemur á tenar og hypotenarsvæði með roði og hér á að vera við getum sjá sér að vera, þetta á að vera spætinægi, þetta svona ljótur rauðir dílar, svona rauðum öngum út frá sér. Kemur aðalega á efri hluta tórax, upphandleggi, háls og höfuð. Svo var hann skoðaði frekar og það var ekki hægt að meta alveg með asítis. Það var bættið pröfu sem sýndi að funksjónpröfu fyrir lifrina sem hann kunni nota. Að taka INR og það var PT og í hans tilfelli var INR svolítið hækkað. Hann var ekki að taka neitt kóar. Út frá eftir þetta var hann sendur í rannsóknir og fyrsta rannsókn var rómun að lifur sem þetta sést ekki heldur sérlega vel. En og það sýndi ómunin að lifurinn var miklu skadað. Lifurinn var með óreglulega kanta, smá asíti sem lá hérna í kringulifurina og þetta var mista var orðið stórt. Þá voru það sérhæfðar prufur til að komast nær því hvað
skala á að baki og til að útiloka aðra sjúkdóma, svo það væri ekki bara að fara inn á áfengissporið. Og hafa tekið aðtökum þessi vírushepatit eða autoantibodies sem virka fyrir sjálfsofnæmissjúkdóma í lifrinni. Það er tíma tekið til að þetta gæti verið hemokrómatósa og við gerum prótínrafdráttur og það er líka til aðtökum sjálfsofnæmissjúkdóma. Það var ekkert að finna neitt í þessum sértæku pröfum. Það þarf alltaf að hugsa hvað getur legið að baki. Allra algengast er meini, áfengi, vírushepatítar og NAS, non-alcoholic steatohepatít og er vaxandi vandamál í velmegunar þjóðfélaginu. Það sem kemur ofta bort til mín þá sem gastroenterológ, það er autoantibodies, skjöfsandi kólangít og fyrir kólangít. Allir hægra megin eru aðrar ástæður, ekki tæmandi listi. Eins og við sögum áðan, þá getur það verið alveg einkennalaust á meðan að sjúkdómurinn kompenserar og lifrin með heldur líka með það á floti. Og þegar það er dekompensera, þá er þannig að sjá þessi fylgikvilla sem er asítis eða vökvikvið, lifransórapatíu, gulu og blæðandi varísur. Þá eru ástandið orðið miklu alvarlegra og horfurnar miklu verri. Það þarf histológísk diagnósa. Það er sérstaklega og það er nauðsynlegt þegar þetta kompenserar cirrósa. En það þarf að muna að það gæti fengið sýnið, gæti sýnt svona aðeins maður getur fengið of góða niðurstöðu úr sýninu. Því að það er þó að þetta sé að þróast í allri lifrinni, það var kannski koma ólík stig. Það getur verið kannski fibrosa 2 eða 3 á sumum stöðum og svo er það komið í cirrós og öðrum. Það gæti stungið nálinni eins og fríska lifur. En það er undantekning á þessu, ef þetta er klár saga með skoðun, það er öll merki með svona lifrarstigmata og pröfurnar tala fyrir skorpulifur og radiológist þá erum við með skorpulifur líka og það er klár alkohólsaga og það er búið til og bara þætti sem getur þessu manni, þá þarf ekki að taka biopsíu. Það er líka notuð non-invasívar diagnósaðferðir sem eru mjög hátt fórspárgildi, það kallast FibroScan. Þetta var þróað fyrir það sem eru með hepatítis C og verða fylgja eftir á smitsjúkdómadeildum. Það var settur svona eins og ómhaus yfir lifrina, svo sendur svona titringur í gegn, það víbrar og svo mælt hvernig þessi fylgur ferðast í gegnum lifrina og hraðan. Og þá var þetta að uppskatta hvort að þessi fibrosa 1, 2 eða 3 eða komið cirrósa. Komplikasjónirnar eru margar og við förum bara í þær hægt og rólega og þekktast er þessi asítis og lifransórapatíu og varísur. Það sem liggur þá að baki allra komplikasjónuna er þessi hái þrýsting sem verður í portakerfinu. Það sem er þá fyrst búið að gerast er að lifrin orðin mikið sködduð og hún verður stíf og blóðið og erfitt að komast þar í gegn. Það veldur á miklu mótflæðishindrun. Svo verða aðrir þættir inn í lifrinni sem halda æðaherping á pínulitlum æðum sem bera mótflæði enn meira. Þetta er á grunninn fyrir háa þrýstingnum í porta. Við þetta þá leysast fleiri efnalæringi sem hafa heildaráhrif að þau æðavíkkun inn í splatnikus æðakerfinu sem er inn í kviðarholinu. Og við það verður mikið flæði til portakerfisins aftur og það ýtir undir og viðheldur þessum háa þrýsting.
Og líka mér reyna alltaf að finna einhver leið til að laga þetta og koma sér út í þessu og þegar það var svo mikið mótflæðis mikið viðnám í fæðinu þá voru þetta aðra leiðir og fyrir staðar sem lægri þrýstingur og þá fórum við varísur oftast er það vélindra og það líka í maga og rektum og þegar þetta blóði þá farið að fara fram hjá lifrinni þannig að það er ekki metaboliserað það lengur og þannig að það er ýmis úrgangsefni sem flæða í blóðinu það ýtir það þau geta verið að fá ruglu lifir aðeins hólopatía og við þessa miklu víkkun í smakningskerfinu þá reynir líka hann upplifir þetta sem alltaf sem hypovolemía og þá fyrir gang sympatíska kerfið það verður aukin setjum APH til að halda í vatn leiðrétta þetta ástand og sömuleiðis með raskerfi sem fyrir fullt með og þá báðir sekundar hyperaldosteronisma. Svo koma fylgikvillanir út frá því öllu saman. Þetta er pulmonarsyndrom, það er æðavíkur í lungunum, ventilation og perfusion mismatch. Og kardíómyopatía eða hjarta getur ekki alveg svarar ekki nægilega vel undir álagi. Það er slaka í diastólu og að fylla sig í diastólu og bundna í stólunni. Þetta er hepatorenal syndrom, það er skertur flæði til nýra og asítis sem er sem aðal fylgikvillin. Aftur kíkjum við hana mann. Þá stundum máli þá erum við búin að finna út að hann er með dekompenseraða skorpulifur af því hann er með asítis og ástæðan er áfengisneysla. Hérna sjáum við asítis, þeir geta verið með gríðarlega þannig og þetta er umbilical hernia. Og ef einhver kemur inn með asítis þá eru ansi mikla líkur að það sé skorpulifur sem sem liggur að baki. Og það er 70% af asítis er út af því. Og þá er mikilvægt að maður taki greiningapróf og á prótein úr vökvanum til að bera saman við prótein í blóði. Þá kallum við þessa gradient og þetta serum asítis albumin gradient ef hann er hár, þá talar það fyrir portal hypertension eða hjartabilun. Og við sendum cytológi og þetta er hvítblóð spara fyrir rektum ef að hvítskyldu verið hækkun. Þessi sjúklingar fá svona almennt og segjum við bara ekki að salta ekstra á matinn, en þeim er alveg borða venjulega salta mat og oft þurfum við að halda aftur að þessu drykk og það er kannski 3 lítra á dag. En lyfjameðferðin er spironolactone sem er aldosteronblokkerari til að brensa niður hyperaldosteronisma sem búið að skapast og svo þurfum við ofta að bæta við Fúrix sem er sinulfisma og hjálpa til að losa það við vökvann og halda aftur á hann. Til að fylgjast með áhrifum spironolactone þá getum við mælt í þvaginu natrium og kalíum. Eðlilega þá myndum við vera að pissa meira kalíum meira natrium en kalíum en hjá sjúklingum með skorpulifur þá er þetta akkúrat öfugt. Við tapar miklu kalíum og við getum þá segulum sem gefa nógu mikið af spironolactone til að snúa þessu við. Þegar við orðum svona guðurinn eins og þessi, þá líður við oft ekki vel, það er voða þungt og þá stöppum við og setjum við grein. Og það þarf að gefa albúmin líka. Það er til að það verði ekki of mikil svona bústingsfall með
skertu flæðið þá ennþá sterkara flæðið til nýrna. Það er svolítið ólíkt hvað hvenær maður setja inn albúmin. Við erum með prótókól úti sem við erum eftir hverja 3 lítra en á up to date þess að það er ná alveg það er kannski ekki að gera þegar maður er 5. En aðmáli er að það er fái albúmin. Ef þetta er ekki alveg að ganga þá annaðhvort eru að koma bara reglulega í kjötbun eða þá geta fengið tips sem er á transnuclear intrahepatic portosystemic shunt sem er það bara rör sem er tengt á milli vena porta og lifravenana til að létta þrýstingnum. Það er aukaverkunin lifraensýrupatía. Mjög algengt að fá það í kjölfar þessa. Ef maður bara fara í þetta. Hér vil ég bara, ef við reynum mikið kvefvökva og asítis, þá geta það fengið diffúsjón upp í klefra hægra megin. Og það eru þetta litlum hólum sem eru í þindinni, hún er ekki alveg þétt, sem maður gæti kannski haldið, en hún er það ekki. Og einu sinni þá var ég, 2009, þá var ég nýlega komin út og var á lifrarnadeild þar. Og það var kona sem var með gríðarlega mikinn asítis og plefrafusjón og hún var svo meðtekin af þess að ég hugsa að það verður eitthvað að gera fyrir hana. En ég vildi ekki setja trén bæði í magan og plefruna á sama degi. En ég hugsa að ég tæmi bara plefruna fyrst svona til að létta á lungun, svo tæmi ég restina á morgun. Svo setja ég tréni og það gengur fínt og svo fer ég heim og svo líður á kvöldið. Þá skilja hjúkrunarfræðingar ekkert í þessu, það bara rennur í þetta trén. Það bara flæðir hver lítur og fætir öðrum. Það er komið 5-6 lítrar og það var svona mikið í plefrunni. Hringja vaktina og vaktin segir, ég skil ekkert í þessu, hvað er Íslendingur búinn að gera þetta? Hvað er hann búinn að setja trén? Og það er ekki verið röntgen og nei, það situr bara í plefrunni. En svo heldur á hann. Og þegar ég kem daginn eftir, þá er hérna komin 13 lítrar, henni líður miklu betur og maginn var slettur. Og þá komst ég að því, ég vissi það ekki þá, en þá komst ég að því að það eru svona göttarna sem það diffundir á milli. En tilbaka að manninum. Hann er þá með asítis og hann fer á meðferð, hann ætla bara að drekka sjálfur, svo á hann að koma í magaspeglun. Og þá sjáum við þetta hér. Þetta er vélinda, hérna er æðagúll sem er líkjóttur, hérna er magaspeglunartæki, við erum að kíkja í fundus og þetta er án að sýna roða bara í slímhúðinni, svona viðkvæm slímhúð og kallast þá gastropatía vegna háþrýstings og portaháþrýstings. Þetta er svona léttblæðandi slímhúð, en þarna er ekki fundusvarísur sem gætu líka myndast. En varísurnar þeim er skipt upp, það er litlar, meðalstórar og stórar. Og litlu eru bara svona bláðar sem eru bara alveg beinar og blása slétt í burtu. Og þá er bara gert kontroll á þeim seinna. Og svo eru það meðalstórar og stórar. Þá eru það hlykkjóttar og bunga minnst langt inn í lúminu. Það er bara svona, það er visuelt hvernig þú metur það. En hvort heldur sinn þó er með þessu sama, það er óselektífi beta-blokkeri sem er propranolog sem er títreðað upp. Og hitt alternatífið er þá að setja gúmmíbönd á þetta. Og hér niðri eru fundusvarísur. Þær eru sjaldgæfari sem betur fer og þær eru erfiðari að eiga við þegar mikið blæða. Þetta er líka með óselektífum beta-blokkeri prófylaktísku syfti. En hann fór heim og hann tók nú ekki þessi lyf alltaf, þannig að hann kom aftur á spítalann með góð uppköst, hann fikk takikard og þrýstingurinn
í lægri kantinum. Þá spurning hvernig maður díla við þetta. Ef að það eru, við getum kannski sagt að ef einhver með skjálpulifur og þekkta kúla, þá á bara með þetta eins og þessi blæðandi varísur. Og þá það með þetta með glýpresíni í háum skömmtum, þá sögum við ykkur 6 á dag. Það er sýklalyf, sem þá 3. kynslóðs cefalosporín. Þetta var meta-analýs og sýnt að minnki mortalitet, transfúsjón þörf og endurblæðingu á þessum kúlum. Maður þarf að hafa nálar og gefa vökva, en maður þarf ekkert að reyna að fá blóðþrýstinginn hátt. Það bara lágþrýstir kringum 100. Og saman með blóðgjöf, maður hefur bara markmið að blóðgjöfið sé kringum 80. Maður þarf ekki að fylla á kerfið að það getur aukið blæðingarhættuna. Að setja á sondu getur verið gott að gera. Það bæði auðvelda speglunina sem mun þá vera framkvæmt. Þegar sjúklingurinn er stabíll, þetta minnkar hættan fyrir ensefalopatía, það fer minna blóð niður í þarmana og minnkar aspiration-hættuna. Það þarf að gefa laktulósu til að þetta bara hæðalósandi lyf til að hreinsa þarminn af öllu blóðinu. Svo reynt að gera speglun fljótlega og þá verður að vera tilbúin að hafa kannski setja gúmmíbönd eða sprauta skleróseringu í æðarnar. Hér eru æðarkúlar, hérna svona rauður blettur sem blæðingarstigmata, kallast cherry spot og þetta merki að hér hafi blætt. Og hvernig eins og gerst, það fyrst bara að fara með speglunartæki niður, skoða hvernig líður út. Svo sett svona hulsa á speglunartæki, það sem eru svona gúmmíringir, 6 stykki og þau skotið af stýri sem við erum með við tækið. Fyrst þarf að staðsetja sig á hvað maður alltaf að byrja, maður byrja alltaf lengst niðri og svo vinnum maður sig upp. Og þetta bara sogið inn af fullum krafti, þannig að allur skjárinn verður rauður og svo þessu skotið af. Og þá hengjast það svona og verður svona eins og lítið vimber. Þetta gekk ágætlega, hann var alveg stabíll, en svo byrjar hann að vera óalega þreyttur og óáttaður. Og þá þarf maður að hugsa að hann gæti vel búinn að hann sé að fá lifrar ensefalopatía sem í nokkrum ólíkum gráðum. Það sem fyrsta stigið bara erfitt að einbeita sér og þeir eru þreyttir. Og svo stig vexnar þetta og gráðu 4 og þeir eru í kóma. Það horfa útiloka aðrar ástæður og það færi djúpa ensefalopatía, þannig að það ekki eitthvað strók til dæmis. Það yfirleitt eitthvað sem hefur leyst þetta úr læðingi og það verða sýkingar, mjög algengt, læðingar og lyf. Og ef þeir eru eitthvað viðkvæmir eða hafa verið með lifrar ensefalopatía þá er það voða varlega og helst ekki gefa þeim setinandi lyf, svefnlyf eða róandi. Meðferðin við erum bara að gefa laktulósa til að halda þarmahreyfingunum í gangi, þannig að það sé ekki að liggja hægur í þörmunum í langan tíma. Og það markmiðið þess að dæma þarminn 2 á dag. Markmiðið ekki að þessi með niðurgang, það verður að minnka þetta laktulósan. Svo er þetta að gefa, ef það dugir ekki, þá er að gefa sýklalyf, það eru 4 sýklalyf. Þetta er mikið áður, en svo veldur þetta neuropatía
og þannig að það gengur ekki með þetta lengi. Og svo hérna ríkvöxinin sem sýklalyf sem virkar bara í farmi, það ekkert frásög. Það svona nýrri variantinn. Nú, hann fer svo heim og hann planað bara í nýja gastroskópi eftir nokkra viku til að halda áfram að setja gúmmíbönd á varisúrnar. Maður setur bara kannski 6 stykki, ekki meira í hver sinn. Svo þarf að líða ákveðinn tími svo að vélin þannig að gróa aftur. En það liði ekki eins og 4 vikur á hann að komin aftur. Hann ennþá með asítis. Það verið eitthvað svona hálfslappur heima, svolítið svona óljóst, það var með hann. Það þarf að, þeir eru ekki alltaf að presentera eins og aðri sjúklingar, þeir eru alveg svona lúmst þó þessum sýkingar. Og það sem er mikilvægt að gera ef þeir eru með asítis, að taka alltaf pröfu þaðan líka og mæla hvít. Og ef þeir eru hækkun á hvítu þá er gert diff og ef neutrófílarnir eru yfir 0,25 þá eru þeir með það sem kallast spontant baktería peritón. Það er teknar rektanir líka en þær eru ekki alltaf að stóla á þær. Það geta kannski bara þriðjungi tilfella jákvæðar. Það er þetta hérna sem ræður og þetta segir hvort það sé SPT eða ekki. Hverjir fá þetta? Það eru sjúklingar með cirrósu og asítis. Þetta eru gramneikvæðar bakteríur frá þörmunum og enginn getur voðalega lúmsk. Þeir geta alveg verið með smá hít eða illt í maganum en það getur bara verið almenn vanlega slappleiki. Meðferðin, sýklalyf, sevoflurane. Það er gefið 5 daga og það er gefið albúmin. Þetta er það því að þeir eru mikið hættu í þessu ástandi að fá hepatúrinal syndrom. Og þá er gefið albúmin til að reyna að fyrirbyggja það. Svo fara þeir allir heim með prófylaktíska meðferð, ciprofloxacin. Hann fékk meðferð en hann var samt sá maður að kreatínin fór að hækka. Og hann var áfram þreyttur og óáttaður. Og þegar kreatínin fór að hækka þá fann maður að hugsa að það gæti verið hepatúrinal syndrom sem er líka mjög alvarleg fylgikvilli hjá sjúklingum með skorpulifur. En fyrst þarf maður, það sem krefst er að kreatínin er að hækka. Það þarf alltaf að útiloka aðra þætti af því að þó að sjúklingur með skorpulifur fái kreatíninhækkun þá þýðir það ekki að það sé hepatúrinal syndrom. Þeir fá nýrnabyrjun eins og allir aðrir. Og það þarf að útiloka þessi burrir, þeir sem fá lyf sem eru að hafa áhrif á nýrun. Og það tekið svo Axtix til að það sé náttúrulega prótein eða hematúría. Svo hvernig við dílum við þetta þegar að fyrir að hækka kreatínin. Þá þurfum við að taka burt diuretika. Það er þeim gefin vökva og svo fá þeir albúmin. Svo við fylgst með. Svo ef þetta lagast ekki á 2 dögum þá er þetta hepatúrinal syndrom. Og þá fá þeir glýplesi eins og þeir fóru að fá í varisúrblæðinu. Nema þeir fá miklu lægri skammt og það títir þetta upp. Og aðri fylgikvillar, mjög algengur þessi með hyponatremíu. Það er að þeir eru svo mikið vökva í líkamanum. Það eru útþynningar áhrif. Það er aðeins mann að nefna, þetta hepatúrinal syndrom. Það er mikið æðavíkun og þeir
verða móðir þegar þeir sitja og falli mettun þegar þeir sitja. Við þessu er engin meðferð til. Kardiómyopatian, það er þá hvernig hjartað er erfitt að bregðast við álagi. Allir sem er skorpulifur skiptir máli hvað hefur legið að baki í skorpulifurinn, bara allir sem með það eru hægt að fá hjartasellular kanser og þá hættan 1-4% per ár. Og þess vegna gerum við svona eftirlit með þessum sjúklingum ef þeir þykja kandidatar í transplantasjón seinna. Þá gera ómun á þeim 1-2 ári til að leita að breytingum og uppgötum aðra snemma. Það er þá eitt blóðtappa í portavenina á hættan eykst vel ef þeir eru orðnir dekompenseraðir. Og þá komum við að hemostasanum sem þar hefur þekkingi verið að aukast mikið síðustu ár. Þetta hefur alltaf verið litið á sem bara sjúklingar sem eru mikið hægt að blæða en þeir eru líka hægt að fá trombósa og blóðtappa. Þeir eru líka með jafnvægi í sínum hemostasa eins og við, þeir eru ógeðslega veikur og viðkvæmir og létt að tippa þeim yfir í annað blæðingu eða trombósu. Þeir eru með minna kógulósum þáttum og líka antikógulósum þáttum. Það er ekkert að segja með þó að þeistinni hátt í einu helgast það er ekki eins og þessi sjúklingar kóvar. Og áður var alltaf gefið K-vítamín og þetta var bara standard meðferð, allir borðið K-vítamíntöflur en svo kannski 2010 þá fyrir þetta hverfa. Sjá mann sér að þetta gerir ekkert gagn. Og það er reynt að ekki gefa þeim plasma nema ef þessi alvarleg blæðing eða ef það gerir eitthvað innvarsíkt og saman í trombósíta. Þeir eru gjarnan með lága trombósíta þessi sjúklingar. Það er þetta miltaði voða stórt og þeir hrúast þar upp og það er langt skortir trombópóiti frá lifrinni sem er ekki framleitt. En ef þeir eru ekki að blæða, það er sem það er hvoru tveggja. Ef þeir eru með kannski trombósíta 50 og það er ekkert þess að það gerast, þá þarf ekki að gefa þetta. Það þarf að verða bæði, ef þeir eru að blæða óþyrulámir. Þá getur við gefið. Horfurnar eru ekki góðar. Sérstaklega ekki þeir eru dekompenseraðir. Þeir eru að lifa 25%. Og svo er við bara í hættu að verða dekompenseraðir. Og það er svona 7% hvert ár. Þetta eru fylgikvillanir sem sýna hvað þeir eru alvarlegir. Ef þeir eru búin að fá falkvirjar peritónið, þá er það bara helmingurinn á lífi. Eftir ár þá hefur þetta syndrom sem er það típa 1, þess að það þróast hratt innan 2 vikur, bara á viku eða 2, þá eru vangar með þetta, þá eru bara dánir eftir 2 vikur. Þessi típa sem er kallað típa 2, hún er svona, gerist hægar, þróast á nokkrum mánuðum. Og bara ef þeir eru búin að fá lifrarensólupatíu, þá er eins og sliðum 45. Og í hverja blæðingu var móstarlítið 20. Það eru óbúslega viðkvæmir sjúklingar. Þetta er. Spurningar? Takk fyrir, Guðmundur. Svona gegnum tíðina þá Nick verið að segja okkur vakið athygli okkur því hvað stjórnarsa er óalgeng eða lítið algeng hérna. Og við höfum verið að pæla í því hvort þetta sé bara fyrir drekkum eða hvort að lifrin í Íslendingum sé almennt eða genetískt eitthvað á annan hátt.
Sko, vitum við eitthvað hér á Íslandi með, nú höfum við aukið drykkjuna, við höfum 2 eða 3-falda drykkjuna, við láðum loksins lágmarksmarkinu hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni með því að auka drykkjuna. Heldurðu við förum að sjá meira af skólpilifur tengd áfengisnotkun hér á Íslandi? Ég held það, ég er alveg sannfærður það. Eins og segir, drykkjuvenjurnar að breytast og það algengasta ástæðan. Svo þetta sem við köllum NAS sem aukast líka mikið bara allan heim. Sem þá bara offita og fitulifur? Já, það fitulifur, en það ekki allir sem eru feitir sem með fitulifur. Þetta bara, þeir eru borða og svona, þessi fæða sem hún borða, hún bara óholl að miklu leyti og hvernig barðum við svona einhver appelsínudjús sem við höfum sem ógeðslega hollt, það ekki hollt. Við erum að búa til foie gras í okkur sjálfum. Já, eftir ég og ég var nafna. Við vorum að gera stúdíu og sýna fram Íslandi með 10% af skólpilifur við sjá í Gautaborg. Þetta 90% hærri í Gautaborg en þetta. Ég saman þetta aukast, og ég ekki alveg að segja að þetta út af áfengisdrykkju en í einu með sem við vorum að tala obesitas. Og hinn má ekki gleyma hepatitis C, hún taka kannski 15-20 ár til að mynda skólpilifur. Og nota bene ekki allir fólk með hepatitis C fá skólpilifur. Þannig að hepatitis B má segja saman. Svo já, þetta aukast og þetta er að taka tíma til við sjá þetta. Og maður hafa þessi upp með skólpilifur í framtíðinni. Þú verður ekki atvinnulaus þú verður áfram bara í bílskiptum sjá ekki mikið af þessu eins og þú sjá út í Svíþjóð. Við Finnland. Góða? Já, ég langar bara að velta spurningu með þessu sem að skimun. Hefur skimun verið rætt að fólk ekki sér árætt fyrir blóðprufur á flesti eru til nægilega sterkt inngrip þá til að stoppa ferlið ef það greinist saman? Það er ekki mælt reyni skimun varðandi þetta. Jú, auðvitað getur ef þú grípur inn í sjúkdómsferli snemma, þá getur auðvitað stoppað þetta. Bæði með fitulifur, bæði með autoimmuna hepatita, með sjálfsáningshepatita, og að gefa meðferð í tæka og tíð, þá náðu aldrei að þróast yfir í cirrósu. Og líka þú að sannfæra fólk að það er ekki hollt að drekka of mikið áfengi. Það er engin skimun. Þú getur stoppað og fátt. Sem að finna ekki út með fljótt. Ég er spáði varðandi aukna áfengisneyslu. Það virðist samt vera ennþá á Íslandi að það er rosa mikið stigma á móti kannski betur fyrir að fólk drekki áfengi á hverjum degi. Það er litið á það hefur verið á Íslandi litið á það sem að þá var í vandamál stríð. En í öðru þjóðfélögum þá þykir það ekkert mál og fólk drekki áfengi þó í litlu hins á hverjum degi. Getur þetta haft ykkur á því? Já, það er náttúrulega, já, það er ég alveg viss að hafa áhrif. En svo náttúrulega er líka til svona viss standardglös hvað má drekka mikið og hérna til dæmis. Það var sagt, hvenær er það orðið mikið og ef maður er kall þá þolir maður meira en kona. Og þá er eitt standardglas eins og eitt vínglas. Þannig ef þetta fara að vera hvert einasta dag, þá ertu kannski fljótlega komin upp í þessa tölu. Að þetta sé orðið mikið og alltaf með áhengi ertu útsetjana fyrir áreiti og virkja þessar gúfusselur. Það skiptir miklu máli í staðinn fyrir að það sé drukkið á föstudagsskvöldi svo jafna lifrin á milli. Er þetta ráðlegur dagskrá? Nei, það er ekki ráðlegur dagskrá. Hannes? Já, talandi þessar orsakir við lága þessar lágu tími hér á Íslandi þá man ég eftir því þegar ég var í náminu að þá var kollegi ykkar Ólafur Gunnlaugsson. Þannig að það hafði ekki verið bara 1985 eða eitthvað svoleiðis við á þing í Danmörku þar sem við verið að tala þetta og hann sagði okkur
þá kom til umræðu þessi sem sagt bláa tína á Íslandi og þá vildu menn jafnvel gera því skóna að það væri vegna þess að íslensku fyllibitturnar þær hefðu alltaf aðgang að svo próteinríkri fæðu. Það var alltaf hægt að fá soðinn fisk og það var alltaf hægt að naga harðfisk og þeir voru mjög próteinríku fæðu með fyllibittur annars staðar sem voru miklu meira sykurfæðu. Það var bara kartöflur eða bara einhvern sem sagt mæs eða eitthvað mjölmeti sem sagt. Já, það skil ég. Þetta mjög áhugavert. Ég hef kannski ekki pælt endilega í þessu en ég get sagt að við erum með þessa sjúklinga á bara móttöku og við erum að fá til að drekka og við fáum oft næringarfræðingar í lið til að þeir fá í sig hollafæðu og nóga prótín og ég sé mjög marga sem snarlagast í sínum fúnksionsprófum, albúmin hækka, INR-ið fer niður, þannig að þeir fá miklu betri starfsemi. Og það er ekkert, þó ég hafi drukkið lengi, þá er ekkert maður verður alltaf að hvetja til að hætta að drekka og reyna að fara að borða almennilega mat, af því að þeir hafa ýmislegt að vinna og geta náð sér nokkur á extra ár. Ég er alveg hættur að borða snakk með víninu og ég fann bara harfist. Nick, ég bara nokkar points. Toxin er toxin fyrir þessu maður ekki toxin fyrir þessu maður. Við veit, þá getur við ekki saman maður á grönavín og á ekki skopið og heimla skopið. Já. Íslendingur með, ef þú takar blindfullu fólk að koma í stríðsstofu hérna, við sjá ekki hreyfingar af gamma GT. Og úti þetta screen í Bandaríkjunum til að sjá að fólk að drekka þeir taka gamma GT. Fólk í Ísland, paracetamol, liver transplant eða intoxication er mjög óalgengara en annar stað í heiminn þó að fólk taka paracetamol. Og ég að segja þetta núna eftir og eftir eins og ég búin að segja svona áður. Ég hugsa íslenska liver betur í þessu en annar stað. Út af hverja ekki spyrja. Okay. Af því verður gaman að gera stúdíu hérna í Stífsó þegar fólk kemur inn með alkoholintox, taka blóðpróf, liverpróf og sjá að við hvernig sér. Takk Guðmundur fyrir fróðlegt erindi og gott að fá expert í þessu til okkar. En svona smá kirurgísk spurning bara, þú talaði þennan ascites vandamáli þegar það er orðið mikið, kannski á þess að sé orðið varísur og annað, þá ekkert, það er að koma í endurteknar tappanir aldrei sett inn bara einfaldara sjönt ascites yfir í venu með, það alveg ekki? Nei, ef þetta er út á skorpulifur, þá getum við meðhendað með lyfin eins og ég sagði með þessum spironolactone og fórix. Það er eiginlega grunnurinn. Og þessi eina sjönti sem nota það er þetta tips sem þú tegur hérna í gegn og svo farið með rör í gegnum lifrarparenkymi sem orðið voðalega stíft milli vena, porta og lifrarvena. Það er eina sjönti sem notað. Það tappar á ascites, ef það ekki komið yfir í varir, tappar bara endur tekið ascites með ástofnum. Já, þó að það væri varísur, við myndum samt tappa. Því að varísturnar eru nú sjaldnast á sjálfum kviðinum, það eru inni og kringu líffæri. Það eru til þessu, það er til svona sjönd, það er alltaf verið það. Í stað fyrir að vera introducera kannski sýkingu með stífnumtöpunum að hafa bara sjönd, það er bara spurning. Þetta var við vínsjönd og við hefum sett þetta hérna á Akureyri, bara núna í heiminum ég hugsa að fólk bara fara það á vínsjönd og nota eins og gott yfir sér og þetta var heitir við vínsjönd. Guðjón, það er sjönd þessi reyndina vandamál með þessu Guðjón var spennt á sjöndin vandar með meiri ensumkvæmstu þannig þeir eru aðeins ætla þeir sem ekki hérna eru í vandræðu með miklar næringar, endurteknar næringar. Þannig að þess að yfirleitt færi maður bara yfir meiri ensumkvæmstu ástand sem er raun og verið verna ástand til mæta. En varðandi næringuna þá er búið að sýna fram á það að sjúklingar sem eru með hérna lifrarbólgu, eða ef með lifrarbólgu eða síðan þeir hérna sem lifa lengur ef þeir hafa góða næringu.
Það er spurning að segja að maður getur reist með við hefum ekki við hvað það er kostum. Það breytir ekki ferli Sigurðssonar. Þegar maður rétt þess að þegar ekki maður hægt að drekka eða hægt að drekka. Akkurat. Það er lífa lengur og talaspjóð. Já, og leiðu þessi toxicity þetta er hægt, þá eru ekki að falla svona niður sko, þá svona jafnvægir það eins niður og Talaspjóð. Já, ná leiðum. En þeir eru samt í fallanda. So for the ungu læknir, the most common cause of hepatic encephalopathy is the doctor. With the liver. Það er andrökin ásöku í utan blæðing. Svo er einn loka spurning hérna, Það var bara svona komment það með ofurlifur af nýtt, sko. Hvernig getur annað að vera með ofurlifur eða það svona gerir sitt sambland af ofurlifur í útförnum? Hefur það látið gott einu. Takk hjá Kristoffer Brown. Já.